Viktor, leikmaður ársins í fyrstdeild karla. Hvernig tilfinningin svona beint eftir að hafa tekið við verðlaunum? Herðu, hún bara góð sko. Já, ég kem inn í tímabilið eftir 2 ára meiðsli, en svona vissi ekki hvað eftir að búast við frá sjálfum mér. Og svo bara leið mig vel inn á vellinum, bara sprækur og bara gegja. Fjölnisliðið á þessu tímabili, þeir eru svona, þetta er rosalega upp og niður hjá okkur, það er ekki svona rétt metið hjá mér. Þeir endið algjörum svona 0 punkti, eða farið út 3-0. En hvernig metur tímabilið svona heildina fyrir ykkur? Bara flottir sko, bara hörku baráttu við toppliðin og vinnum ír 2 og erum hann í fyrsta sæti hérna í febrúar eða eitthvað og bara gætum alveg eins unnið deildina. En því miður við gerðum það ekki og svo sló Höfn okkur út 3-0 og það var svona frekar sárt eftir að unna 2 í tímabilinu. En bara heilt yfir, bara sátti með mína menn og bara flott tímabil þannig sko. Það er oft sagt að leikmenn sem eru valdir bestir í sínum deildum ættu í raun og ekki að vera að spila í þeirri deild. Þú hlýtur að vera að horfa eitthvað í efri deild eða eitthvað annað til þess að spila fyrir komandi tímabil. Já, svona heilla mig alveg að taka næsta skref og fara í Subway og ég er bara ennþá eftir að ákveða mig sko. Það er alveg gaman að vera í Fjölni og fara upp með þeim en líka gaman að vera í Subway og taka næsta skref, þannig kemur bara ljós. Eru margir þjálfarar í deildinum búin að heyra í þér? Eitthvað aðeins bara. Aðeins, já. Kærar þakkir Viktor og gangið vel á næsta umferð. Takk hérlega.